Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við aðeins að tala sjúkraþjálfun og bakverki. Við erum nú örugglega nokkur sem höfum upplifað það í gegnum tíðina og jafnvel ráðaleysið í kringum það allt saman. Verið velkomin bæði tvö. Takk. Ég byrjaði nú á því að heyra þér. Þú hefur, segðu okkur aðeins svona í stuttu máli svona þína þrautagöngu. Þetta er náttúrulega búið að trufla með alla tíð, sko, bæði tengt vinnu og náttúrulega íþróttum og þess aftar. Og hérna... En hvaða lausnir fékkstu? Hvernig upplifðir hjálpina sem þú gast fengi í gegnum tíðina? Ég náttúrulega var sendur í sjúkraþjálfun strax og hérna, en fékk svona þannig séð í raun og aldrei lausn þannig séð nema náttúrulega bara, lausnin var náttúrulega bara alltaf að fara í uppskurð, bara skera. Og pillur kannski? Já, náttúrulega verkjalyf og svo náttúrulega bara skera. Það var eiginlega alltaf bara lausnin og eins og það sem ég var staddur á sín tíma, þá náttúrulega vildi ég náttúrulega bara losna við verkin. Og þegar maður heyrði uppskurð og hérna, var búinn að fara einu sinni í aðgerð og vakna síðan bara skilur að verkirnir eru bara nánast horfnir, sko. Að þá náttúrulega svona þáði maður það í raun og veru bara aftur og aftur, sko. Þangað til í raun og veru maður lendir hjá Virk, sem sagt, það er í raun 2012 þegar ég er hjá lækni og ég var í raun og búinn að heyra í raun og veru í gegnum tíðina bara svona í boðum hér og þar þegar maður hittir lækni og þess aftur að hérna, þegar ég var búinn að heyra það að ég væri búinn að hafa 2 aðgerðir, að þá voru alltaf að tala, sko, þú voru að fara að passa þig. Þetta er rosalegt, skilur. Þegar þú ert búinn að fara í þinn 3. aðgerð, sko, þá er þetta bara, sko, maður svona hljómaður svona, þá er þetta bara búið, sko. Já. Þannig að þegar ég fyrir mína 4. aðgerð, þá er ég svona hugarfarslega, sko, orðinn rosalega, sko, svartsýnn og í raun og veru segir læknirinn minn þá, sem er bara frábær læknir og hún bendir mér að fara í við, en hún vildi fara að senda mér í örorkumat til þess að meta það bara hvort ég væri vinnufær, sko. En þú hefur í rauninni sambandi við mig hérna einhvern tímann. Ég þekki nú svona bakverki og farið sjálf í eina brjósklosaðgerð að eigin raun, þannig að ég skildi hvað þú varst að fara, en þú sagði við mig, ég síðan hitti sjúkraþjálfara sem að hjálpaði mér svona ofboðslega mikið. Þú verður að fá að hitta hana og tala við hana. Af hverju varð ég að fá að hitta hana og tala við hana? Það er vegna þess að, sko, það sem að gerist í raun og veru, það er þessi huga, þessi breyting. Ég kemur í rauninni til hennar þarna, sem sagt, til dæmis eitt dæmi það sem ég er að tala að mér langar til þess að syns mér hafi svona dreymt að fara til Noregs og vinna og með býðst í rauninni vinna í Noregi við að, sem sagt, starfa bara sem trailerbílstjóri. Þetta var svona bara ævintýramennska við mér og ég segi svona bara ég, hérna, en bara því miður út af mínu ástandi og þá get ég það ekki. Og þá segir hún bara, af hverju, bara ferðu ekki í þetta starf og það er ekkert mál. Og ég svona, ég held að hún var bara alltaf að grínast í mér, sko. Já, og svona ömurlegur sjúkraþjálfari. Já, það var nú fyndið og getið látið drauma þína bara að segja eitthvað, sko, til að gleðja mig, sko. En þannig að það var samt, sko, bara þessi hugarfarsbreyting í raun og veru, sko, bara í rauninu, sko, ég vissi ekkert í raun og veru hver styrkleiki minn var. Líka minn og alltaf, ég hef aldrei fengið þennan fróðleik þannig séð, alltaf fengið alla þessa, sko, æfingar og styrtaræfingar og allt í gegnum tíðina. En það sem að mig vantaði var í rauninu þessi hugarfarsbreyting, sko, og þekking á og líkamann. Og þá kemur það kannski inn á það, auðvitað hugsa maður til sjúkraþjálfara, maður hugsaður hann lætur mig gera einhverja leiðilegar æfingar, setur einhverja bylgjur og kannski nuddar. En hvaða, eins og þú í dag, hvernig lítur þú á svona hlutverk sjúkraþjálfarans og til dæmis í þessu samhengi? Það náttúrulega skiptir mjög miklu máli að þekkja bæði ástandið á sínum tíma og alltaf vera að stefna upp á við. Ekki líta ástandið sem staðlað eða sem sagt að það breytist ekki, heldur að við erum alltaf að breytast eftir gjörðum okkar. En þú hlýtur að upplifa það eins og hann segir og ég hef verið þarna líka þar sem að manni líður bara eins og þetta sé bara búið, ég er bara að fara að verða... Jú, ég held að flestir upplifa þá einum á einn eða annan hátt, sko. Þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur sem vinnum í kringum fólk í því ástandi að kunna koma með peppið líka og sjá út úr ástandinu. Og upplifir þú að það þurfa að vera svolítið einstaklingsmiðað? Það sé kannski ekki alveg til form til að setja hvern og einn í? Já, algjörlega. Það er svo mismunandi karakterar. Suma þarf að bremsa. Við kallum þetta stundum nautabanana sem þarf að bremsa. Þeir eru alltaf að fara fram úr sér og svo dettar að baki. Og svo er það hinir sem eru meira að halda aftur á sér og það er svona öfgan á milli, þetta er algeng vandamál en auðvitað eru margir þess á milli en þetta er alls ekki gott að vera annarkvort eða, þú veist, annarkvort bara
hlusta ekki á neitt og vaði allt og ekki á neittni skynsemi eða bara gera ekki neitt og vera alltaf að passa sig, það heldur ekki gott. Þegar þú upplifir í þínu starfi að þú sért að hjálpa og sérð gagnið sem þú getur gert, upplifir að það sé jafn mikið eða stærri eða meiri hluti sem snýst það að kenna einhverjum æfingar, rafbylgjur eða upplifir að jafn mikið hluti jafnvel geti verið þetta, svona þessar hugafars og samtals meðferð? Já, ekki spurning. Auðvitað þarf mjög mismikið af hvoru. Sumir þurfa mjög mikið af því, lítið af hinu og svo öfugt. Og þannig kemur karakterinn aftur inn í þessi mannlegi þáttur við erum svo mismunandi. Og höfum svo mismunandi sögur líka, það líka það. Hvað búið að segja okkur fram að þessu eða í hverju höfum við lent og svo framvegis. Það hjálpa mér vissulega, ég hef sjálf lent í slysum og ég varð sjúkraþjálfari af því ég lent í slysi. Þannig að ég hef alveg þekkt það að geta ekki hvað sem og þurfa að vera skynsöm en samt ekki of skynsöm, eða skiljið það. En ef þú ættir svona ráðleggingar úti, ef það er fólk þarna úti að horfa sem er bara að upplifa þessa langdregnu og erfiðu verki, hvað myndirðu ráðleggja fólki? Í fyrsta lagi þarf það að skilja svolítið af hverju verkurinn í þeirra tilfelli og á hvaða stigi batinn hvað gerir verra, hvað gerir betra. Ég segi stundum skiptus í plúsa og mínusa, bara eins og inn á bankareikninu einum. Ekki fara inn á yfirdráttinn, ekki vera alltaf að taka út. Legðu inn og plúsarnir eru kannski það að fara í göngutúrin eða sundið eða leggja sig inn á milli við daginn ef þess þarf eftir á hvað stigi málið Ekki sitja bara allan daginn og segja, ég bara segi þetta svo úr mér í nótt og... Þegar ég fór í sjúkraþjálfun, þegar ég var nú alveg bara með tárin í augunum yfir þessum endalausu verkjum og hvað þetta væri allt saman erfitt og ég fer til sjúkraþjálfara og hún segir við mig að ég, það sé gott ég komi kannski 2 í viku og ég sagði, þetta er það nóg? Hún sagði, þetta væri best að fá það á hverjum degi en ég bara gerir mig grein fyrir að það er bara svo dýrt að ég kannski þori ekki að leggja það til. Og sagði, þú veist, hún sagði, ég hef oft látið bara fólk, þú veist, ekki borga því ég á bara svo erfitt með að horfa upp á þetta. En þetta, ef þú horfir á kerfið sem slíkt, hverju myndirðu helst vilja breyta? Góð spurning. Kannski að setja þetta svolítið meir í hendurnar á fagaðilunum. Að meta, að vissulega það miklu leyti þannig við getum sótt fleiri skipti sem ríki borga niður en við þurfum bara að rökstyðja það. En fá kannski enn frjálsari hendur með hvernig við notum þessi skipti. Í dag það maximum 1 skipti á dag. Jú, það ætti að vera nóg en í sumum tilfelli fólk að koma utan að landi. Það myndi henta miklu betur að koma í 2 tíma þann daginn. Ef þú leggst inn á Stykkishólm, Reykjalund, Hveragerði þá getur vel verið að þú farir í 2 skipti á dag einmitt. Þannig að svona tarnir gætu henta rosa vel. Þetta megi kannski ekki vera kerfi sem að líta á það þannig að séu allir eins. Það þurfi kannski aðeins að geta... Já, og bara að fagaðilinn sé að meta aðstöðunar eins vel og hægt Þeir hafa áfram stjórnina á skiptunum per ár, en að við fáum svolítið frjálsari hendur með hvernig við nýtum það. Svo eru líka sérhæfingar í sjúkra, þannig að það getur vel verið að einhver sé að koma út af hné eða þess vegna grindarbotni og svo má það ekki koma út af hálsi sama dag. Sko. Þannig að þetta svona, maður skilur ekki alveg, það að því að við heitum öll bara sjúkraþjálfarar. Nei, ekki sérfræðingur í eitthvað, það ekki tekið tillit til þess. Ekki vera illt á tveimstöðum í einu. Nei, þannig að þar svona mætti breyta allavega, myndi ég segja. Hverju breytti það fyrir þitt líf að komast í þetta umhverfi með þessa sýn sem að hún hafi? Þetta bara breytti öllu, sko. Það bara, ég með til dæmis þess að þetta fara til Noregs að vinna og Þú hefur gert það? Já, ég gerði það, já. Þannig að þetta bara breytti, ég segi sko, þetta bara bjargaði mínu lífi, skilu, því ég var komin alveg á botninn, sko. Því ég var bara búinn að gefast upp, sko, því ég var fann að trúa þessum röddum í gegnum árin, skilur, eftir aðra aðgerð, eftir þriðju aðgerð var þetta orðið rosalegt og svo bara fjórða aðgerð, þetta er bara búið. Hvað myndir þú vilja segja við eitthvað sem að horfa á og kannski í þessari stöðu þekkir það sem þú varst og vill komast þangað sem þú ert? Það þá bara sækjast eftir þessum fróðleik í raun og veru sem að, eins og með sko, styrkin í kringum hryggjasúluna, skilur við. Þetta miklu, í mínum huga var þetta bara hryggur og eitthvað svona tæjur í kring, sko, en þetta náttúrulega miklu sterkara sagt, vöðvalega séð heldur en ég hafði nokkuð tímann ímyndið. Ég var náttúrulega ekkert að spá í þessa hluti, sko. Þannig að þetta svona, maður ætti breytt allavega, myndi ég segja. Hverju breytti það fyrir þitt líf að komast í þetta umhverfi með þessa sýn sem að hún hafi? Það bara
Þannig að þetta skiptir mér rosalega miklu máli, sko. En hvað með vonina? Bara þetta þegar maður upplifir, að ég þekki það svolítið, að bara að vera svona korter í það, bara að missa vonum að maður verði einhvern tímann verkja lítill eða geti komist á rétt stað. Já, ég var kannski ekki kannski mikið hræddur að vera með verki, heldur bara get ekki, í raun og veru bara unnið og ég náttúrulega leiði þannig séð svolítið fyrir íþróttir, sko, en var náttúrulega hætt að því algjörlega, sko, reynda hætti því reyndar 2006, sko. Þannig að það tók svolítið tíma að vera bara skilur á fullu í einhverju ákveðinu, í lífinu og svo þurfa bara að stoppa og fara að gera eitthvað annað, sko. Þannig að ég veit ekki, ég myndi bara, bara tala við þessa sérfræðinga. Já. Bara hlusta á þessa sérfræðinga. Ég fyrir læknis þegar ég vilja láta mig hafa töflur og ég segi nei og ég vil einhver aðra lausn. Ég tek enga töflur í dag, ég get ekki töflur síðan 2012. Já, hann kemur fyrst inn í það sem heitir stoðkerfisskólinn, þar sem ég og annar sjúkraþjálfari með, og þá þetta í rauninni að læra svolítið líkamann og af hverju, þú veist, bæði lífeðlisfræðina og líffærafræðina, af hverju reynir þetta á en ekki hitt, hvernig græðir líkaminn og hvað hjálpar og hvað ekki og svo framvegis, hvernig beitir maður sér. Þannig að þetta þekki, ég sjálf lendi í slysi 15 ára að vera svo sjúkraþjálfari og þá fyrst fer mér að batna almennilega. Af því að þá fór ég að þekkja mikið betur það sem var í gangi. Og það finnst mér mjög mikilvægt. Þannig að bara menntun, skilja út hvað þetta gengur. Já, skilningur, hvað í gangi en ekki bara það vont og ég veit ekki nákvæmlega hverju. Nákvæmlega. Og ég líka spurði endalaust. Já. Þú veist, ég bara spurði og spurði og spurði og spurði, skiljast. Að skilja. Já. Það er svo mikilvægt. Algjörlega gaman að fá okkur. Ég held að væri nú hægt að tala við ykkur í allan dag því við erum nú ekki náð yfir helminginu því sem maður svona hefði viljað ræða. En aðalatriði kannski að læra, skilja, fræðast og kannski ekki gefast upp. Og mikilvægi þess að leita fagaðila. Já. Gaman að fá okkur. Og, en þessi að því að þú nefndir stóðtækjaskólann, hvernig er hægt að koma? Stóðkerfisskólann? Já. Stóðtækja. Stóðtækjum fyrir ekki. Já, við erum með þetta í Heilsuborg fyrir sunnan sem einmitt staður sem snýst mikið svona að skilja og vinna saman líka stéttir margar. En þetta er í gangi þar og þetta er 8 vikur í senn. En þetta er búið að vera nokkuð mörg ár hjá okkur. Það geta að koma eitthvað út á land? Já, það er spurning. Mönnun. Við erum alltaf báðar á norðan. Já, nákvæmlega. Þá manna ykkur til þess. Ég var einmitt, já. Er það ekki? Ég var einmitt búinn að benda á það. Þetta Akureyri ætti að vera svona mekka andlegrar og líkamlegar vakningar. Dásamlegt. Gaman að fá okkur bæði tvö. Já, takk fyrir. Og við haldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.